fyrir þig. Já, komið sæl. Það hefur verið nokkuð milt á landinu í dag og náði hiti hæst í tæp 12 stig og á það á nokkrum veðurstöðum við suðurströndina. En þessu hefur einnig fylgt töluverður blástur og þá sýnum mest á suðausturlandi þar sem að hviður voru að mælast eða svona slaga í 35 metrar á sekúndu. Svona eiginlega alveg í þráð við spár og yfirvarnir sem gefna voru út í gær. En svona hvað varðar stóru myndina þá erum við nokkuð krappa lægð hér suður af landi. Áttin því verið norðaustlæg og það eru skilurinn að leita til norðvesturs yfir landið og lægðir verða svona dálítið aðtefna sig hér suður af landinu næstu daga því að það ætlar að verða ríkjandi hjá okkur norðaustlæg átt alveg fram að helgi. Og við sjáum betur hvað það hefur í för með sér en við sjáum að lægðin að hún er hér suður af landi, það nálgast nýja lægðir sem eru inn í renna hér saman við þessa þegar framleiða stundir á morgun. Það við heldur upp dálítið svona ástandinu hjá okkur og hvað var það hitafarið að þá er ekki að sjá neinar stórvægilega breytingar til morguns og kannski ekki fyrir að halla undir helgi að það munir svona kólna eildi hjá okkur þó sérstaklega fyrir norðan. Úrkoman verður svona mestalítið bundið við norðan og austanvert landið og það nú við fyrir hluta dags á morgun þegar hér er komið við sögu þegar við keyrum þessa hreyfimynd þá sjáum við nú svona hvernig þessi skil fara hér norðaustur yfir landið og þannig blástur sem að fylgir því úrkoman svona verið bundið við austanvert landið en færi svona megin þungin í úrkominni yfir á norðanvert landið til morguns. Áfram þú rigna eitthvað allavega öðru hvoru austanvert landið en við ætlum svona að sleppa sæmilega frá þessu hér á suðvestur og vesturhorninu þar sem verður þurrt að mestu. En þá komum við að korti morgundagsins klukkan 14 og þá sjáum við að staðan verður á þessa leið. Úrkoman bundir svona helst við norðanvert landið og sýnir mest á þessari stundu þá á norðanverðu Vestfjörðum eða á Ströndum. Byrjað svona aðeins að draga úr þá hér á norðausturhorninu og jafnvel orðið alveg þurrt til að mynda á Austfjörðum en svo bendast spár til þess að það komi nýjir úrkomuflekkir inn þegar að halla kvöld á morgun og hér eru þá með stöðuna annað kvöld klukkan 10 og sjáum við að það er aftur tekið við að rigna austanlands og snjó koma í þessu jafnvel til fjalla og skýjað mest á landinu en úrkomu laust víða vestanvert landið, sérstaklega þá á suðvesturhorninu. En dálítið blástur í þessu áfram norðaustlæg átt 10-15 hér með suðausturströndinu og jafnvel hann sé að slá í storminn hér úti fyrir Vestfjörðum og það þurfi endilega að skila sér inn á landið. En svo er svona nokkuð tilbreytingarlaus þróun næstu daga. Við erum hér þá með kortið fyrir miðvikudaginn. Áfram er töluverður vindur í þessu þá sérstaklega úti fyrir yfir norðvesturhorninu og úrkoman helst bundin við norður og austurland þurrt að mestu sunnan og vestan til og geti jafnvel verið nokkuð bjart yfir á fimmtudaginn hér á suðvesturhorninu. Hitafarið svona ósköp svipað, væntanlega fáum við hámarkshita í eitthvað nærri 10 stigum en nokkuð þungbúið norðan og austan til og það verður svona í raun að veri staðan fram á föstudag þá fer svona aðeins að breytast hjá okkur og kemur lægð hér upp á suðvesturhorninu. Áttin verður þó áfram austlæg eða norðaustlæg, einhverja lítilsháttar úrkomu mun gæta norðanlands fram eftir föstudeginum en sú lægð mun síðan leita til norðvesturs og þegar við komum síðan fram á laugardaginn og þá er viðbúið að úrkomusvæði fari hér til norðurs með vesturströndinni getur því rignt nokkuð víða á laugardagsmorgun bæði sunnan og vestan til á landinu en síðan bendir spáin til þess að það muni síðan smá saman draga þá úr úrkomunu þegar þessi úrkomubakki sem er hér á þessari stundu rétt norður af Vestfjörðum að þá verður svona meira og minna þurrt seinnipart dags sérstaklega á Vesturlandi sem og Norðurlandi þar sem mun stytta upp létta til þegar líður á daginn. Þannig að það er nú svona nokkuð eindregið spá fyrir næstu daga áframhaldandi norðaustlæg átt hjá okkur. Skulum segja þetta gott að vera í bili. Verið sæl.